Efni þessa opna hús er þessi spurning: hvernig getum við vitað fyrir víst hvort Baha'u'lláh sé falsspámaður eða sannur spámaður? Og þegar við Baha'ir erum að kynna Baha'i trúna fyrir kristnu fólki, þá kemur oft þessi spurning upp. Því að Kristur hafði varað okkur við því að það myndu koma fram margir falsspámenn. En það sem að margir kristnir menn kannski hafa vita ekki eins mikið er það að hann varaði okkur líka mjög eindregið við því að hafna hinum sanna spámanni. Við mættum ekki vera andlega sofandi. En hvernig getum við þá þekkt muninn á falsspámanni og sönnum spámanni? Getum við skilið þarna með, getum við gert greinamun á þessu tvennu á óyggjandi hátt, þannig að við þurfum ekki neitt að óttast? Og svarið við því er eindregið já. Og það gerum við með því að nota þá aðferð sem að Kristur bendir á. Og hér er þessi tilvitnun sem að margir kristnir menn kannast við. Varist falsspámenn, þeir koma til yðar í sauðaklæðum, en innra eru þeir gráðugir vargar. Af ávöxtum þeirra skuli þér þekkja þá. Hvort lesa menn vínber af þyrnum eða fíkjur af þisklum? Þannig ber sérhvert gott tré góða ávöxtu, en slæmt tré vonda. Gott tré getur ekki borið vonda ávöxtu, ekki heldur slæmt tré góða ávöxtu. Hvert það tré sem ber ekki góðan ávöxt verður upp höggvið og í eld kastað. Af ávöxtum þeirra skuli þér því þekkja þá. Hann endurtekur þetta þarna í lokin. Og síðan heldur þessi kafli áfram. Seinni hlutinn er líka mjög mikilvægur. En ég ætla nú ekki að ræða það akkurat núna. En þannig að Kristus setur þarna fram mjög skýran valkosta mælikvarða. Hann segir sem ef að tréð er slæmt, þá ber það vonda ávöxtu. Eins og hann sagði, þannig ber sérhvert gott tré góða ávöxtu, en slæmt tré vonda. Gott tré getur ekki borið vonda ávöxtu, ekki heldur slæmt tré góða ávöxtu. Þannig að þetta er ótvíræður mælikvarði. Og þetta er ekkit kannski hugsanlega, heldur þetta bara mjög skýrt. Og síðan segir hann líka hvert það tré sem ber ekki góðan ávöxt verður upp höggvið og í eld kastað. Og ef við lítum á Baha'i trúna, þá var hún fyrir miklum ofsóknum Baha'i samfélagið og er enn þann dag í dag. En trúin hefur samt sem áður vaxið og hún er mjög sterk og lifandi trú í dag. Af ávöxtum þeirra skuli þér því þekkja þá, segir hann þarna aftur. Og það sem ég ætla bara að benda á hérna, að hann segir þarna skuli þér þekkja þá. Þetta er sem sagt ekki neitt vafaatriði. Á enskunni er þetta svona: ye shall know them by their fruits. En hvernig getum við þá þekkt falsspámenn? Það eru nokkrar, það koma fram í Biblíunni ýmsar leiðbeiningar það. Fyrsta lagi, falsspámenn, þeir smeygja inn villikenningum inn í trúna. Og Pétur postuli hann skrifar: en falsspámenn komi einnig upp meðal lýðsins, eins munu falskennendur líka verða á meðal lýðar, en smeygja munu inn háskalegum villikenningum og jafnvel afneita herra sínum sem keypti þá og leiða yfir sig sjálfa bráða flötun. Margir munu fylgja ólifnaði þeirra og sakir þeirra mun vegir sannleikans verða hallmælt. Þannig að Pétur er að tala þarna að það munu koma margir falsspámenn innan kristnu safnaða, jafnvel þarna í upphafi. Og þetta sjáum við mjög greinilega í dag, að það eru margir svokallaðir predikarar orðsins sem hafa smeygt inn alls konar háskalegum villikenningum inn í kristna trú. Og það er nú kannski sérstaklega þegar þeir segja sjálfir að Guð talaði við mig, vitrast og ég veit alveg hvað spádómarnir þýða og hann er búinn að segja mér þetta allt saman. Þeir tala eins og þeir séu sjálfir
boðberar Guðs. Og þannig smeyja þeir inn svona alls konar villikenningum, eins og bókstafstrú. Hún er raunverulega ekkert annað en villikenning. Misskilningur á orðum Krists. Og nú annað sem einkennir falsspámenn er ágirnd. Eins og Kristur sagði, þeir koma til yðar í sauðaklæðum, en innra eru þeir gráðugir vargar. Þeir hafa af sér svona yfirborð helgi eða þykjast vera heilagir menn, en í raun og veru þá eru þeir bara gráðugir vargar sem eru ráðast á hjörðina. Og Pétur segir, af ágirnd munu þeir með uppspunnum orðum hafa yður að féþú. Þetta er einmitt mjög áberandi að margir þeir sem segjast tala í nafni Krists eru raunverulega bara að gera þetta til að auðgast, og þeir komi alls konar þvætting sem þeir segja sé komið frá Guði, en eru bara uppspunnin orð til þess að hafa fólkið að féþú, þess að stafar á ágirnd. Og líka sýndarmennska er annað sem við getum þekkt falsspámenn á. Því að fram segir hann í Matthæusarguðspjalli 24. kafla, því að fram munu koma falskristar og falsspámenn og þeir munu gera stór tákn og undur til að leiða afvega jafnvel hinna útvöldu ef orðið gæti. Þetta er annað einkennandi við falsspámenn. Þeir þykjast geta gert kraftaverk og setja upp svona kraftaverkasýningar til að afvegaleiða fólk. Og yfirleitt er þetta bara blekkingar einar. Þetta eru bara blekkingar einar. Og þetta er mjög einkennandi fyrir marga þessa falsspámenn. Nú, við vitum að Jesús Kristur, hann gerði kraftaverk og Pála gerði líka kraftaverk. En það sem einkenndi þá var það að þeir vildu ekki að það væri talað um það. Þeir vildu ekki gera neitt úr þessu. Kristur margsinnis bað fylgjendur sína um að láta ekki dreifa, ekki bera það út að hann væri að gera kraftaverk. Og þegar farisíarnir báðu Kristur að gera kraftaverk, þá hann neitaði og deildi á þá fyrir að vera að heimta kraftaverk. Og Pála, það sama sagði hann hjá honum, að hann gat vissulega gert kraftaverk, því allir boðberar Guðs geta gert kraftaverk. En og það var maður sem safnaði saman kraftaverkum Pála í einhverju bók. En Pála þakkaði honum fyrir þessa bók en bað síðan að þessa bók yrði, henni bara varpað í fljótið, þannig að leki leystist upp. Því að hann vildi ekki að trú sín væri boðuð, verið að segja að Pála sem ekki kraftaverkamaður, þess vegna skulum við trúa á hann. Hann reyndi alltaf að alveg svo Kristur að gera lítið út í þessum kraftaverkum. Það er ekkert það tala. Þvert öfugt við þá sem eru falsspámenn. Nú, annað er að falsspámenn nota yfirleitt fagurgala. Þeir slá ryki í augu fólks. Eins og Páll segir, því að þann tíma mun að bera menn þola ekki hina heilnæmu kenningu, heldur hópa þeir að sér kennurum eftir eigin fýsnum sínum til þess að heyra það sem kitlar eyrum. Þeir munu snúa eyrum sínum burt frá sannleikanum og hverfa að ævintýrum. Þetta þýtt á íslensku, þetta er ekki mjög góð þýðing, ævintýrum. Á enskunni er þetta orðað myths, eða í ensku King James biblíunni. Ég veist að það væri nú betra því að þetta er goðsögn eða hindurvitni kannski helst, eða hjátrú. Sem sagt þeir hverfa, það sem er merkingin þessi, að þeir hverfa frá sannleikanum og halla sér að því sem kitlar eyrum. Þeir vilja bara heyra það sem þessi falsspámenn, þeir segja við fólkið það sem fólkið vill heyra. Þeir eru svona svipaðir svo pólitíkusar, svona populistar. Þannig að þau munu snúa eyrum sínum frá sannleikanum og hverfa að ævintýrum eða hindurvitnum eða hjátrú. Og
Þetta eitt annað sem einkennir þessa falsspámenn. Nú, hvernig var þetta allt öfugt við það sem Kristur gerði. Kristur, hann var ekki með neitt fágala. Hann sagði við lærisveina sína að þeir þyrftu að vera tilbúin til að fórna sér, jafnvel fórna lífi sínu fyrir hann, fyrir málstæðin. Þeir yrðu ofsóttir, hann varaði við því að þeir yrðu ofsóttir. Og hann sagði, hver sem vill fylgja mér, afneiti sjálfum sér og taki krossinn og fylgi mér. Og sama með Bahá'u'lláh. Bahá'u'lláh segir til dæmis í huldum orðum, ó sonur andans, engin friður er þér búinn nema þú afneiti sjálfum þér og snúi til mín. Og svo segir hann líka að lokka þínir litist blóði er meira virði fyrir augliti mínu en sköpun alheimsins og ljós heimanna beggja. Kepptu eftir því og þjóð. Þannig að Bahá'u'lláh alveg svo Kristur, hann er ekkert með neitt fagurgala, hann er sem sagt að segja við fylgjendur sína þið verður að vera tilbúnir til að fórna öllu jafnvel lífi ykkar fyrir sannleikann. Þetta er, þarna sjáum við greinilegan mun. Nú, falsspámenn eru líka fullir hégómakenndar. Kristus segir í Jóhannesar guðspjalli, sá sem talar af sjálfum sér leitar eigin heiðurs. Þannig það er með eitt af einkennum falsspámanna. Nú, og það sem falsspámenn boða eru villukenningar og það mun aldrei vera ávöxt, góðan ávöxt. Þeir eru eins og visnatré og það eins og ég sagði að þetta var reyndar kom fram áðan. Hvert að tré sem ber ekki góðan ávöxt verður upphöggvið og jarðkastað. Þannig að þarna komum við aftur því, já nú ætlum við að svenst þetta, nú vorum búin að skoða hvað er það sem einkennir falsspámenn. Nú skulum við skoða hvað er það sem einkennir sanna spámenn. Og það er það sama, bara það er eiginlega andstæðan við hitt. Gott tré þýðir góðir ávextir. Þannig ber sérhvert gott tré góð ávextir. Gott tré getur ekki borið vonda ávexti. Og á öðrum stað í sama guðspjalli þá segir Kristur þetta, annað hvort er tréð gott og ávexturinn góður eða tréð vond og ávexturinn vondur, því að ávexturinn þekkist tréð. Og í þessu tilfelli var hann að verja sína eigin köllun þegar gyðingarnir voru að saka hann að vera falsspámann. Og þá sagði hann, þið getið þekkt það að ég er sannur spámaður, þessar ávextirnir sem að ég ber eru góðir ávextir. Það var einhver bætast við í hjá okkur. Þannig að og aðeins seinna í sama kafla, bara 2 versum seinna, þá útskýrir Birna mín, viltu taka hljóðið af? Aðeins seinna, þá í bara sama kafla, 2 versum seinna, þá segir hann góður maður ber gott fram úr góðum sjóði, en vondur maður ber vont fram úr vondum sjóði. Þannig að við sjáum þarna mjög greinilega hvað hann á við með ávexti. Það eru hugsanir eða orð eða kenningar þessum spámannsins. Nú, gerist eitthvað. Þetta er kannski bara síðasta slætt. Þú sjá. Það er eitthvað sem gerðist núna. Nei. Þannig voru þetta aftur á stað. Góður sannur spámaður, hann leitar heiðurs Guðs. Sá sem talar sjálfum sér leitar eigin heiðurs, en sá sem leitar heiðurs þess sem sendi hann er sannorður og í honum er ekkert ranglæti. Segir í Jóhannesar guðspjalli. Þetta er eitt af
annað sem við getum þekkt sanna spámann á. Og líka hann tilbúinn til að fórna lífi sínu fyrir aðra. Eins og Jesús sagði, sko við getum alltaf, það er mjög góð leið til að finna út hver sannur og hver falsk spámaður, með því bara að skoða líf Krists sjálfs og bera líf hans saman með líf Bahá'u'lláh. Og þannig sjáum við þeir eiga svo margt sameiginlegt. Hann sem sagt, hann fórnar lífi sínu fyrir aðra, því að mannssonurinn er ekki kominn til þess að láta þjóna sér, heldur til að þjóna og gefa líf sitt til lausnargjalds fyrir marga. Nú, sko, Bahá'u'lláh var að vísu ekki tekinn af lífi, en hann fórnaði svo sannarlega lífi sínu fyrir aðra. Og eins og við vitum, hann var fangelsaður, hann var pyntaður og hann raun og veru í þessi 40 ár sem hann var útlagi og fangi, var líf hans alltaf í stöðugri hættu og hann var margsins meira að gerði tilraunir til að myrða hann. Og hann var eitrað fyrir honum og raun og veru er það bara furðulegt að hann skyldi lifa af alla þessar ofsóknir. Og endað á því að fara alla leið til landsins helga og landsins helga þar sem einmitt hafi verið í að við heitið að henni fyrirheitið myndi koma til landsins helga úr austri. Þannig að hann uppfylli alla þessi spádóma og fjölmarga spádóma, en það var bara Guðs sem ákveður það að hann ætti hann ætti ekki að deyja, heldur að lifa svo hann geti flutt mannkynið þennan boðskap. Eins og við vitum það að Babinn fyrirrennari hans, hann var tekinn af lífi. En Bahá'u'lláh var svo greinilega, og það er engin vafi á því, að hann var ávallt tilbúinn til að fórna lífi sínu og hann lagði til dæmis aldrei á flótta þegar hættu steðjaði að. Nú, hann líka með lífi sínu, það er annað sem við getum séð, þekkt sannan spámann af því að hann ber ávexti andans. Páll talar það að ávextir andans séu kærleiki, gleði, friður, langlyndi, gæska, góðvild, trúmennska, hógværð og sjálfsagi. Og ef við skoðum líf Bahá'u'lláh, þá sjáum við þetta, og við skoðum líf Jesú, þá sjáum við þessa eiginleika í þeirra lífi. Nú, þannig þetta er nú síðasta skyggnan, bara að endurtaka það sem Kristur sagði, þetta er mælikvarðinn sem við eigum að nota. Við eigum ekki að nota mælikvarðinn, getur hann framið kraftaverk. Það var það sem gyðingarnir gerðu, þeir heimtuðu kraftaverk af Jesú, það var engin kraftaverk. Og hann var sem sagt, hann vildi ekki framlega eða gera kraftaverk bara fyrir eins og einhverja sýningu fyrir þá. Og heldur ekki, við höfum ekki að þekka með því að menn eigi ekki að segja ég veit hvað allir þessi spádómar þýða. Þetta var einmitt það sem að gyðingarnir gerðu. Þeir sögðu við vitum hvað að Móse, Elía á að koma og hann á að koma beint niður úr himninum og þetta skeður allt svona. Við vitum nákvæmlega, við þekkjum spádómana, við þekkjum ritningarna. En Kristur einmitt gagnrýndi það fyrir þetta við. Hann sagði þið verða að vera eins og börn til að eins og auðmjúkir og hjartarhreinir eins og börn að komast inn í Guðsríki, en ekki hrokafullir. En það er einmitt það sem því miður margir í dag. Þeir hafna Bahá'u'lláh segja ég veit hvað spádómarnir þýða, ég veit hvernig á að skilja þetta allt saman og vilja bara ekki hlusta. En það er spámaðurinn sjálfur, boðberi Guðs, sem á að skýra fyrir okkur spádómana. Það kemur frá mjög greinilega í Biblíunni. En það er ekki okkar mannanna sjálfra. Pétur sagði að það er engin maður sem getur túlkað spádóma á sjálfum sér. En þá ætla ég nú bara að segja gott, held ég.
bara lesa þetta lokum hérna, annarkvort tré gott, ávöxturinn góður eða tré vont, ávöxturinn vondur, því af ávöxturinn þekkist tréð. Þetta er mælikvarðinn sem við eigum að nota til að vita hvort spámaður er sannur eða falskur. Jæja, þá er þessum fyrirlestri lokið. Já, takk fyrir það. Og Mjög fróðlegt. þakka þér fyrir. Nú langar mig til að vita hvað þið segið. Við erum ekki mörg í dag en góð mennt. Tvímælalaust. Jón Börk, við sjáum þið ekki. Nei, ég setti mig á mjúta því ég fór hérna til hliðar og nefndi ekki að endurstilla allt. Ég settist á hérna hægindastól. Já. Ég get sko hérna, Já. sjá, myndu, sjá hérna. Þarna ertu. Sérðu mig? Já, ég sé, Já. sé nú ekki mikið af þið, mættu nú alveg svo staðins betur. Já. Já, það er Kópavogur, Bolungarvík og Húsavík. Já, og svo, já, einmitt. Hvað segið þið? Hvað hérna finnst ykkur þetta? Er þetta skýrt eða? Já, þetta var mjög góða innsýn. Já. Hvernig það virka. Já. Að horfa á allt þessi trúarfélög sem spetta upp og allir með rétta svar. Já. Og hafa fólk að féþúu, það er akkurat það sem maður séð, þessi kraftaverk maður séð í þessi sjónvarpsþáttum og annað og smeygja inn hárskælum og villikenningu, eins og Pétur segir. Já, það sem er já, til dæmis bara það að við séum ekki allir jafnir fyrir Guði, svo marg þessi samfélög gera. Já, eins og til dæmis þessi kenning það að maðurinn sé fæddur syndugur, erfðasynd. Þetta er ekki stæðstykki það sem við viljum raunlega ekki boða. Nei. Þetta var eitthvað sem menn bjuggu til. Já. Til á miðöldum eða þriðjöld. Já. En það, ég meina það sem ég held sem mest hættulegustu villikenningar, það er einmitt að menn segja við skiljum spádómana, við vitum spádómana í það. Guð birtist mér og talar við mig og ég get hérna sagt ykkur hvað þetta þýðir allt saman. Já. En það er svarið við þessu eins og þú komst margoft inn á þarna í þessum góða fyrirlestri að það er af ávöxtunum sem þú þekkir þá og ef ávöxturinn er góður þá er rótin eða tréð gott og síðan náttúrulega kallar það líka okkar samvisku að sá sem að vill þræta getur gert það. Já. Það er ekki spurning en einhver síður að þá það eru góðir ávextir, boðskapur Krists og Bahála eru góðir ávextir af góðu tré. Já. Og það er svo merkilegt að sjá líka að maður sé algera samsvörun í lífi Krists. Það er nefnilega það sem mér fannst ég sjá svo skýrt í þessum glærum hjá þér. Það er algjör samsvörun þarna á milli. Hvernig þegar þið talið við Kristi fólk? Hafið þið lent í einhvern svona samræðum? Nei. Nei, ekki beint. Það var einu sinni lent í samræðum við ásatrúamenn á mjög merkilegum fundi þarna upp í Asparfelli fyrir mörgum herrans árum. Það var einhverju bæhæjar sem að leigðu þar og við sátum með ásatrúafólki og vorum að ræða hvað trúmál og frá sjónarhóli ásatrúamanna og það var svo langt síðan, ég man bara eftir það var mjög áhugavert og það var nú svo sem ekki niðurstaða úr því að það menn hefði algjört trúfrelsi og að fylgja sín samfæringu en ég fikk svolítið aðra sýn á ásatrúamenn, þessa nútíma ásatrúamenn. Já, hvað er þið sýn? Já, eins og segja, líka þessi afstaða Bahai trúarinnar að vera ekki að fordæma aðra, það var ekkert illt sem að þeir boðuðu, alls ekki. Og síðan var líka eitt sem kom út úr því og það var það að hvað er athugavert við það þó að maður vilji kynnast trú forfeðranna.
og kannski skoða hana, sko. Þetta var nú einu sinni, svo sagði við mig kona sem var hérna átrúandi, þetta var nú einu sinni trú ykkar formaður og forfeðra. Okkur allir svona andstæðir verða að bregða svona illa við þegar maður kemur og boðar þetta. Já, já. Það var ýmislegt, en það var nú svo sem ekkert meira. Nei, nei. Ég hef aldrei fengið tækifæri til þess að sitja með kristnum mönnum og ræða þetta út frá þessu sjónarhorni sem þú sett upp þarna. Nei. Það væri örugglega gott að fá að vera að fluga á vegg til að byrja með svoleiðis. Sko, það náttúrulega það sem maður þurfa alltaf að varast þegar maður tala við fólk að við erum ekki að reyna að þræta við fólk eða að reyna að sigra það í rökræðu. Nei, nákvæmlega. Alltaf geta sín á því. Já. Það snýst ekki það. Ég hef nokkur sinnum bæði fengið mjög jákvæð viðbrögð hjá kristnu fólki. Sérstaklega þegar til dæmis ég var á Tonga, það hitti talsvert kristnu fólki, sko. Margir bara mjög sammála því sem að Bahai-trúin boðar og myndu komið Krist og slíkt. En svo hef ég líka hitt fólk hérna á Íslandi sem var bara leið og ég nefndi að nýr boðberi frá Guði, þá bara nei, ég vil ekki heyra neitt, sko. Viðkomandi var bara reiður, sko. Já. Ég heyrði eina konu tjá sig einmitt á þessum nótum og afskaplega indæl og vönduð kona sagði það alveg á hreinu að minn Guð Guð þjóðkirkjunnar, alveg bara klærnar. Já, einn sagði við mig, ég innmúruð í þjóðkirkjunnar. Ok. Indælis manneskja, en ég held kannski hún var náttúrulega að vitna önnur orð annars manns. Já. Já. Það er stundum sem fólk vill bara ekki ræða hlutina, því miður. Ég persónulega, ég þekki þetta ekki nógu vel til að gæta sagt eitthvað eða haft svona dýpru umræðu það. Nei, vonandi geta þessar skyggnu hjálpað eitthvað. Ég seti þetta á netið, sko. Já, endilega. Ég hef verið að lesa bækur til mann sem heitir Húts Mótlag. Mjög góðar bækur. Og var bara enda við að lesa 2 bækur og önnur það heitir The Glory of the Son. Og það er eins og Jesús sjálfan og hvernig hann uppfyllti alla spáta, eða hvernig hann uppfyllti einmitt þetta. Hann var í gott tré og góð ávistir og hvernig sannanir fyrir hans spámennsku frá því að hann var í sá sem hann sagðist vera. Og svo skrifaði hann aðra bók sem heitir The Glory of the Father sem fjallar Baha'u'llah. Það mjög áhugaverðar bækur. Og til dæmis þessi bók þarna, The Glory of the Son, mér finnst það mjög góð. Dýrð sonarins, hún er aðgengileg á netinu og það er til síða sem heitir The Knowledge of God.org. The Knowledge of God.org. Það er til dæmis þessi bók og margar fleiri og það eru bara ókeypis og maður getur lesið það á netinu eða hlaðið það niður í sína eigin tölvu. Mæli með þessum höfundi. The Knowledge of God. Þetta er YouTube? Nei, þetta er bara heimasíða. Já, heimasíða, já. Það þarf að skrifa The Knowledge of God.org. Já. Ég held að þessi org. Þú skal nú bara vera alveg viss. The Knowledge of God. Sjá. Þetta er eitt orð þegar? Já, bara eitt orð. Já. The Knowledge of God.com. Nei, það er com. Það er .com. Já. Og þarna eru margar alveg prýðilega bækur. Bara kostar ekki neitt, þú getur bara að skoða þetta. Það er líka bók þarna Muhammad, The Spirit Who Glorified Jesus.
bara 618 blaðsíður. Þessar bækur, hann hefur ekki gefið þær út á prenti, þetta eru bækur sem að það er líklega orðið og dýrt að gefa þær út, sko. Þetta er meira að minna að fara yfir á netið að eðlilegum ástæðum. Já. En þessi maður, hann skrifaði fjórar bækur spádóma og annað slíkt og það er ekki smá dárántar að ég á þessar bækur og lesi þær upptilækna, held mikið upp á þær. Og það er á annarri heimasíðu og þið sjáu þarna efst á síðunni, The Knowledge of God, ef þið farið þarna inn á, for a review of our published books, visit Global Perspective, sjáu það? Það er sem sagt linkur á það. Og þá getur maður sér bækurnar sem hann hefur gefið út á prenti. Já. Og þetta eru ódýrar bækur, sko, en sko, ég myndi bara mæla með því að skoða þessar bækur þarna. The Spiritual Design of Creation, alveg frábær bók. Þetta eru mjög, og svo The Glory of the Sun. Mæli með þessu. Já.